Almennt geri ég aldrei kviðgreppur, en þetta kannski svona meira leiðbeinandi hvað ég að passa upp á þegar ég að gera kviðgreppur. Þannig að það sem við viljum passa upp á, eins og við tölum bara hefðbundnar kviðgreppur, þar sem við erum að fara hérna upp. Það sem við viljum passa sérstaklega upp á að halda mjóbakinu í stöðugri stöðu. Þannig að við viljum ekki vera með bil á milli, þannig að ég get komið höndunum. Ég vil reyna að pressa hrygginn niður og núna ég búinn að stabilira mjóbakið á mér. Þannig að ég get gert hérna, svo fer ég hérna niður. Annars sem ég get gert, ef ég ætla að nota fæturna með þessu, fara hér, þá vil ég passa upp á nú fara ég að sjá bílu undir mjóbakinu. Þannig að það sem ég vil passa að halda hérna og hvort sem þið gera hana svona eða beint út, ég mæli frekar með þessu og þá fer ég bara eins langt út eins og ég treysti mig. Leið ég finnu að mjóbakið byrja að lyftast, þá kem ég tilbaka. Þetta getur verið ástæðan fyrir að ef þú ert að fá í mjóbaki í kviðæfingum eða spennu, verður þreytt. Það út af þessu að hryggurinn að fettast og beygjast í sikkur áttina og mjóbaksstöðin að vinna töluvert mikið.